og komið sæl aftur. Við erum komin í þriðju umferð á miðvikudagsmóti framhaldshóps og efstir með 2 vinninga af 2 eru Benedikt Þórisson, Iðunn Helgadóttir, Ingvar Ú Skarphéðinsson og Arnar Valsson. Aðrir minna eins og oft sagt. Í þriðju umferð mætast Iðunn og Ingvar og við ætlum að kíkja á þá skák, vinda okkur í það. Þetta virðist hafa verið London System með biskup F4 og þróast yfir í einhvern drottningabragð eða tarrasvörn. Tarrasvörn einkennist ofta þessum C5 leik. Þetta er stað sem ég hef kannski ekki alveg séð áður en svona svipuð. Iðunn leikur væntanlega 1-3 eða drepur á miðborði. Nei, hún fer í beinar aðgerðir á C7-reitnum. Ég hef á tilfinninguna að þetta sé ekki gott af því að Ingvar getur allavega leikið hróku C8 að valda C7-reitin. Allavega það, og þá held ég að hún að Ingvar leiki aðeins eftir og þá held ég Iðunn þurfa að bakka með rittarann. Sýnist mér. Þarna hefði kannski verið bara skynsamlegra að byrja á að leika E3 og klára liðskipunina í staðinn fyrir að fara í beinar aðgerðir á C7-reitnum. Við skulum sjá hvað er að gerast í hinum skákunum. Arnar Valsson er að tefla við byggt og já, þetta er hollensk vörn, Staunton afbrigðið eða Staunton bragðið með E4 og E-drepur, riddari drepur og drottning 1-7 og þetta er ákveðið vandamál fyrir Arnar. Ég kann þetta ekki fullkomlega en ég held að í þessari stöðu sé D5 besti leikurinn fyrir hvítan. Ég mæli með því að Arnar kíki betur á þetta og Benedikt kannski líka, það er gott að þekka þetta, en ég held að Arnar sé í vandræðum hér að því að riddarinn er leppur. Eina leiðin til að stoppa þessa hótun, sjáum að biskup D3 þá kemur F5 og vinnur riddarann. Já. Eina leiðin til að stoppa það er drottning 1-2 og þá kemur riddari drepur D4 og hótar öllu illu, ef svo má segja. Þannig að riddari E2, riddari drepur D, drottning E3, riddari drepur C2 og fjölskyldugafall og drottningur hróku og kóng. En ég held að Arnar sé að tapa manni. Sjáum það betur á eftir. Ég ætla að sjá skákina hjá Felix og Jóni Birni. Þeir eru að tefla hérna, það er spænskur leikur. Uppskipta afbrigði, þetta er mjög hefðbundið eða svona þannig, eðlileg tafniska. Hér er Jón Björn að vinna mann en tapar þessu. Býtum nú, hvað gerist hér? Hérna drepur Felix hér. Sko riddarinn er leppur hérna. En leið og Felix drepur hér þá gat Jón Björn bara tekið drottninguna. En Jón Björn tekur hér í staðinn, þá drepur Felix hér og þá er Felix allt í einu komið með betri tafl. Þannig erum við kannski aðeins að flýta sér. Biskup G5 hér. Hótar máti, hótar hróknum, einleikurinn er drottning F6, drepi hérna. Hefði hvítur 2 piðum yfir og með allt í hendi sér. Þannig voru mistök á báða bóga. Og Arnar er búin að tapa manninum eins og við spum. Iðunn er í smá vandræðum móti Ingvari en hún kannski klórast út úr þessu. Hún sem sagt þurfti að hörfa aftur með riddarann sýndist mér. Hér já, tapaði smá tíma og misti aðeins tökin á þessu. Hún getur að drepa hér, já, vel gert að sjá þetta. Ingvar tekur tilbaka með peði og þá kannski drottning eitthvert. Hvert er best að fara? Kannski C1. Því hún fer á E3, þá kemur biskup C5 með tempói. Kannski getur hann falið sig hér. Ef að hvíturinn er að drepa C4 og hrókar stutt, þá er hvítur í fínum málum. En ef að Ingvar er að stoppa það, þá er Ingvar með betri stöðu. Jón Markus er að tefla við gestakeppandan okkar frá Botswana. Það fram að hann laumaði sér eitt keppandi í mótið, allavega frá Afríku og er að tefla og hann er með 0 vinninga. Nú getur sko svartur hótar að leika A4 og biskupinn er fastur inni. Getur gert það núna og finnur þann leik. Þannig að nú á Jón Markus enga reit fyrir biskupinu sem allir reitirnar á skálinni eru valdaðir. Á hann einhverja leið til þess að bjarga sér úr þessu. Getur hann kannski hótað þessum á móti einhvern veginn.
Er það hægt? Hann leikur bara biskupinn D5 en þá tapar hann bara manninum. Kannski var ekkert betri í boði. Jón Björn er með svart hérna og er búinn að vinna P tilbaka en er enn með aðeins verri stöðu á móti Felix. Benedikt er ennþá manni yfir á móti Arnari. Ingvar er með mikla pressu á móti Iðunni. Sjáum að B2P er í uppnámi og það er pressu á F2. Aðra skáki sem eru í gangi, það er Jón Lúi sem er teflaði Svavar Óla. Jón Lúi er nei, hann er ekki hrókjör, hann er 2 p-um yfir. En Svavar Óli er að hóta máti í 3 og Jón Lúi leikur kóngur F1. Þarna var einn leikur sem mér datt strax í hug og það var að leika H4 og fela kónginn hér. En þá er það kannski Svavar geta leikið hrókur A2 og tvöfalda á annar rautaröð. Kannski getur hann gert það en hér gerir hann smá mistök. Hann leifir uppskipti en hann tekur peð, já, hann tekur peð, þannig að þetta er kannski sniðugt hjá hann. Ég hélt að Svavar þyrfti að halda pressunni með hrókur A2, það kom vissulega til greina og kannski er svartur bara með sénsæði þessar stöðu en hann fer í uppskipti og hann er að vinna þá örugglega 1 peð til viðbúta tilbaka vegna þess að þessi peð eru rosalega veik hjá hvítu. Nú getur hann drepið hér og þá er þetta líklega bara í jafnvægi, myndi ég að halda. Það er svona nokkuð jöfnstaða. Hrókur C4 núna undir peðið. Besta leiðin til að verjast peðinu er að vera bara fyrir aftana. Nú getur hann drepið, nú er svartur hann peðið yfir. Þeir eru að tefla aðeins og hratt, þeir eru að flýta sig aðeins og mikið. Hérna myndi ég leika kóngur H5. Kóngur H5. Ok, hann fyrir þangað að skáka aftur hér, þá kóngur F6, hrókur D6. Hann þarf að finna öruggan stað fyrir kónginn sinn og hugmyndi mín var að fara með kónginn hérna á H5 og ef hrókurinn hefur farið hér að leika þá kóngur H6 og nota síðan P-inn sem skjól fyrir kónginn. Kóngur E3. Ef kóngurinn er hér þá er hann svolítið passífur. Það er betra að hafa kónginn út á borðinu þar sem hann getur hjálpað P-unum áfram. Hér eru uppskipti góð fyrir svartan vegna þess að endatefli er unnið fyrir svartan, hann er 2 p-um á móti 1. Jón Lúi þarf að halda hrókunum inn og já, góð vörn hjá honum, hrókur D8 skák. Ég hef á tilfinningunni að hvítur eigi góð jafnteflisfæri af því að svartur er ekki búinn að koma kóngnum sem á framfæri, en nú kannski kóngur F7 og reyna að koma kóngnum út á borðið. Jón Lúi verður að bíða bara, kóngur F7 núna, út á borðið með kónginn. Rétt. Og svo er eiginlega eini sénsinn að hafa kónginn í skjóli og mjaka peðunum einhvern veginn á stað og nota síðan kannski hrókinn til að reka kónginn aftar og hafa þennan kóng einhvers staðar í skjóli bak við peðin. Það er eiginlega eini sénsinn fyrir svartan að vinna svona stöðu. Kannski er þetta unnið á svart ef svartur teflir fullkomlega en þetta er hraðskák og þá er eðlilegt að leika ónákvæmum leikjum. Kjartan Halldór er að teflaði Markus Orra. Ég er ekkert búinn að kíka á þá skák. Mér sýnist Markus Orri vera að vinna. Þeir teldu einhvers konar rétt í byrjun sem varð einhvers konar óvensvörn og þetta er byrjun sem ég kannski ekki sé áður en hvað gerist hér? Riddari drepur. Aha, taktík. Hugmynd Markusar er ef að Kjartan drepur hér þá tekur hann hérna og Kjartan tekur á E7 þá drepur Markus í millileik hérna. Og ef Kjartan drepur hér þá drepur hann biskupinn og vinnur peð, þannig að hann drepur drottningun og drepur hann drottningunni hér. Og hann bakkar með biskupinn, kannski gæti hann tekið hér. Kannski það verið betra, af því nú kemur bara hrókur E8 hérna og riddarinn sleppur út eða hvað. Hér, hann bara út og tekur biskupinn. Kannski hefði Kjartan átt að leika biskup í 3, króa riddarinn inni. Og síðan hrókur B1 vinnur riddarinn. Kannski það verið vænlegra. En í þessar stöðu þá er Kjartan orðin miklu liði undir og hér er Markus að innsigla sigurinn. Hann getur drepið á finni 3 af því að peðið er leppur ef hann hefur áhuga á því. Svo getur hann líka bara ítt peðunum sínum á stað eða stofna til uppskipta. Hvað vorum við að skoða á hann? Við vorum að skoða Iðunn og Ingvar og já, það gerast hér. Drottning B6 drepið, biskup drepið D1. Ingvar er manni yfir en Iðunn er með 2 peð. Ingvar er líka með frípeð A5, E3, A6, E2, A7, drottning. Þvílík spenna og þau eru bæði alveg
á síðustu sekúndunum. Kóngur C7, drottning E7, kóngur B6 tilbaka, drottning D6, kóngur hvert, biskup E2, kóngurinn verður að fara A4 annars tapar yður drottningunni á A-línunni. Ef hún fer með kónginn á A5 og kemur drottning A3, hún verður að fara með kónginn á A4. Og þá heldur baráttan áfram. Á meðan hefur Benedikt unnið sína skák á móti Arnari og Markús hefur unnið sína skák á móti Kjartani eins og leit út fyrir. Felix og Jón Björn eru komnir í pesandatafl og fljótt á liti sýnist mér þetta vera vænlegra fyrir Jón Björn af því hann er með fjarlægt þrípeð. Hann þarf að fara með kónginn á D4, að spurning hvort hann finnur þá vinningsleið. Kóngur D4 vinnur skákina. Nú ætti Jón Björn að drepa, B-drepur, kóngur D4, gefa F4-peðið. En þetta dugar líka. Kóngur drepur C5. Kóngur E4 og kóngur Bjarni 4. Taka peðið á A4. Jón Björn aðeins að bakka, það er yfirleitt betra að hafa kónginn lengra fram á borðið. Þetta er góður leikur, losið við típa. Þetta er ennþá unnið á svarta en það er smá handægun eftir. Kóngur D3, kóngur B4. Já, góður leikur. Felix þarf að verjast, núna hann þarf að koma kóngnum yfir. Ok, núna kóngur B3 vinnur skákina vegna þess að A-peðið verður ekki stöðvað. Getur Felix bjargað þessu? Hann er sennilega of seinn ef hann drepur á C7. A4. Þetta er vel tært endatafl hjá Jóni Birni. Kannski átti Felix eitthvað betra hérna fyrr til að redda sér. Kannski einhvers staðar hér. Já, hann fer út í mjög erfitt endatafl hérna. Hér leikur hann H5 og Jón Björn drepur. Hann getur haldið jafntefli sýnist mér ef hann leikur hrók og G1 af því þá má Jón Björn ekki drepa, þá fer hrókurinn tilbaka og vinnur hennar hrók. En eftir hrók og G1 og kóngurinn fyrir burtu, þá held ég hann getur bara að fara aftur tilbaka og valda sitt. Sýnist mér. Þetta er erfitt samt. Jón Björn er að máta með drottningu og kóng og hann kann það auðveldlega. Þannig við skulum kíkja á aðra skákir. Nei, þetta er síðast skákir þetta fyrir gangi. Á meðan að þessu stóð það vann Ingvar á móti Iðunni, Benni vann á móti Arnari, Markús vann móti Kjartani, Jón Lúi vann á móti Svavar Óla, vann á tíma í jafnri stöðu og Jón Björn er að máta og mér sýnist að hann verður að gera það alveg óaðfinnanlega með kóng og drottningu og gerir það. Og þá erum við komin í 4. umferð. Staðan eftir 3 umferðir eru þannig að Benedikt og Ingvar eru 2 með 3 vinninga 3. Þeir mætast náttúrulega í 4. umferð. Næstu keppendur eru Birkir, Kristján Ingi, Iðunn, Arnar og Markús og Jón Björn öll með 2 af 3. Kíkjum á 4. umferð og það er Benedikt og Ingvar efstu menn með 3 af 3 og Benedikt er með hvítt og það er frönsk vörn sem Ingvar er að tefla og það er þetta sem er kallað advance variation þegar hvítur læsir miðborðinu strax með E5 og hér er hægt að leika A3 já, Benni gerir það og hér er hægt að leika biskup E2, riddari B til D2 já, góður leikur, hérna leikur svartur oft biskup D7 og riddari A5 og reynir einhverjar aðgerðir á drottningavægnum, búin að blokka allan drottningavæginn og ef að svartur vill opna stöðuna þá getur hann leikið F6. Ég sá mér þess að Ingvar tefla skák í þessu, nákvæmlega þessu sama afbrigði, á móti engum öðrum en Jóhanni Hjartarsyni daginn á netmóti og mjög lærdómsrík skák fyrir Ingvar að vera með svarta móti Jóhanni Hjartarsyni sem er líklega bara besti skákmaður Íslands sögunar, eða allavega í þeirra hópi, sterkur stórmeistari og Jóhann vann þá skák á móti Ingvari en ég held að Ingvar hafi örugglega lært mikið af henni. Það er spurning hvort Ingvar sýni okkur það núna hvað hann lærði á móti Jóhanni Hjartarsyni. Og Benni teflur eiginlega nákvæmlega eins og Jói Hjartar gerði nema Jói Hjartar hann lék G3 og H4 og fór í svona lærdómsríka sókn á kóngsagnum, sérstaklega eftir að Ingvar hrókaði stutt. Það er spurning hvort Ingvar sleppi að hrókara núna. Hvort hann muni eftir hvernig þetta teldast á móti Jói Hjartar. Benni getur aðeins beðið með að leika hérna bara biskup E3 og séð aðeins hvað Ingvar ætlar að gera. Kannski vill hann ekki gefa mikið upp strax hvorum einn ætlar að vera svo.
Það verður forvitnilegt að sjá hvernig Benni tæklar þetta og hvernig Ingvar mætir því. En G3 H4 er dálítið óþægilegt af því að riddarinn á G6 lendir í vandræðum, sérstaklega að peði kemst til H6 og opnar kóngsstaðinn. Benni tæklar þetta öðru sem hann leikur C4 og hann fyrir aðgerðir á miðborðinu sem er líka bara mjög sniðugt. Hugmyndin hans gæti verið þá ef Ingvar drepur, hann drepur þá með biskup og leikur sem D5 og opnar stöðuna. Kíkjum aðeins betur á þetta á eftir. Ég ætla að sjá aðra skákir. Markus Orri er að tefla við Birki. Það er mjög lokuð staða. Þetta var rétt í byrjun með riddari F3, einhvers konar kóngsinduskvörð kannski. Þeir eru báðir að skásetta biskupana sína. Staðan er mjög samhverfa og oft í þannig stöðum þá skiptir tíminn ekki öllu máli, heldur það að fara réttu tilfæringar og staðsetja mennina sína rétt, og mér sýnist núna að Birkir sé að opna stöðuna sér í hag. Hann er með meira pláss, meira rými, aðlóta þessu D4 peði og þessari peðakeðju sem að þrengir mjög að Markusi, sérstaklega biskupnum á B2. Sjáum ef Markus drepur hér, þá getur Birkir annarkvort drepið með riddara eða drottningu og er þá með miklu meira pláss sem er erfitt fyrir Markus að eiga við, af því að hann er fastur á fyrstu 3 riddaraðunum á borðinu. Sjáum þetta betur á eftir og kíkjum á Arnar Valsson og Kristján Inga og þar er hvað eru að tefla kóngsindverji. H4, H5, biskup G5, búm. Og já, Arnar er heldur betur hugrakkur í dag. Hann fórnar manni fyrir 2 peð og ég myndi segja óljósar bætur. En það er spurning hvernig Kristján Ingi ætlar að verjast þessu, því að Arnar er kannski að hóta að opna kóngsvænginn einhvern veginn. Biskupinn hans er enda svolítið fyrir, það verður gott fyrir hann að geta bara ítt þessu peði alla leið upp í borð, en hvernig Arnar kemst í gegnum þetta verður forvitnilegt. Kristján Ingi segir bara takk fyrir, ég ætla að fá þetta peð. Nú getur Arnar drepið, riddari drepið, biskupinn fyrir burtu. Það er spurning hvernig Arnar getur opnað línurnar. Arnar þarf að opna sko G-línuna og H-línuna ef hann ætlar að vinna skákina. Hann fórnar manni fyrir kóngsókn, en hún er ekki alveg fædd ennþá, þessi sókn. Þetta verður spennandi að sjá þetta. Jón Björn er með hvítt á iðunni og hvað gerist hér? Er að fara eldsnögt yfir þetta. Það er skandinavískur leikur og Jón Björn leikur C4 og riddari B3, valda miðborðið sitt. Iðun tapar smá tíma með biskupnum, kannski er bara betra að taka hérna eða þá að byrja á því að leika riddari hér, en það kannski ekki með D5, já. Ég átti mig ekki alveg á hvað er gott að gera hérna. En ok, uppskipti. Hér. Sko hér, já, hvað er að gerast hérna? Sko ef að, þetta er sniðugt til Jónabeinina, því ef að, eða hvað, er þetta sniðugt? Ég átti mig ekki alveg á því. Drepi hér kongur B1, vinnur riddarann og drepi hér, drottning drepi vinnur riddarann. Þannig að kannski þurfti Iðunn að bakka með riddarann sinni. Hérna er Jón Björn bara búin að vinna mann fyrir með takmarkaða bætur nema kóngurinn er þessi komin að eitthvað flakk. Hann virðist samt nokkuð öruggur hér. Hvort að Iðunn nær að töfra eitthvað fram í þessari stöðu er ekki alveg ljóst. Jón Björn ætti nú að reyna kannski að virkja hrókinn sinn. Hann má alls ekki vera á gráður hérna. Nú getur hann skákað hérna á Iðunn og skákað á A-línunni og það getur orðið mjög hættulegt. Það er að gera ef maður er, sérstaklega ef maður er liðið yfir og maður er undir pressu, að einfalda stöðuna og ekki vera of gráður að taka fleiri peð og fleiri menn frekar létt á stöðunni, stofna til einhverja uppskipta, þannig að kannski bara hrókur A4 reka drottningunni burtu og reyna að einfalda stöðuna, og því hérna færi Iðunn allt í henni mjög hættuleg færi. Við sjáum kongur A2 er einu leikurinn, þá hrókur A8 skák. Þetta er einu möguleikin, hrókur A8, riddari fyrir og hrókur D5 kannski. Mjög hættulegt. Mjög hættulegt. Sjáum eftir Birki og Markus Orra. Þar er Birkir orðin 2 peðum undir. Markus hefur unnið peð og annað. Hér verða uppskipti sem eru líklega Markus í hafa því hann er með rosa sterkar riddara hérna á D5 og vinnur þetta peð. Kannski Birkir frekar átt að halda drottningunum inn á, bara leika drottning D4. Markus unnið peð og svo annað og er með unnið tafl og hann ætti að reyna að ná að leika peðunum sínum á stað, koma kóngnum á eftir peðunum og styðja við þau. Jón Björn
er að berjast, hann er búinn að missa drottninguna eins og ég gerði ráð fyrir í vörninni. Benedikt er með hvítt á móti Ingvari og það er jafnt í liðum. Þessi riddari virðist vera svona hálfpartinn leppur, eða sem sagt Benedikt getur drepið hér og gefið hrókaðar uppskipti. Átta mig alveg á hvort stendur betur. Hérna. Þetta gæti orðið veikt. Hvítur á eiginlega eftir að klára liðskipunina sína og Benni gerir það. Hann vill hafa hrókinn sinn líklega hér. Ég ætla að fresta þess að sjá fleiri keppendur. Bjartur er að tefla við Felix og hann er bara, já, í þessum tölu orðum er hann að vinna skákina. Jón Lúi er að tefla við Kjartan Halldór og hér er Kjartan komið með unnið tafl. Það sem gerðist var það að Kjartan, hvað er þetta? Sikilega vörn. Í þessari stöðu er betra fyrir Jón Lúi að leika D5, hóta þessum. Ekki hjálpa Kjartan að koma manni út, það er óþarfi. Riddar F6, riddar C3, riddar G4. Hér hefði líklega verið best að stoppa þessu hótun með að leika biskup G3. Valdi F2B, það er enda að Kjartan geti leikið drottning B6 og það er hættulegt. En hérna vinnur hann peð, en hér gefur hann mann tilbaka, en hérna gaf Jón Lúi drepi biskupinn. Með þess að skáka hérna fyrst, þannig að þeir eru kannski að flýta sér aðeins svo mikið hérna, strákarnir. Þetta var óþarfi. Í þessar stöðu, þá er algjör óþarfi að gefa þennan riddara fyrir þennan biskup. Þessi biskup er lélegur, þessi riddari er frábær, þannig eini sénsinn fyrir hvítan að halda köllunum inn á og reyna að töfra fram eitthvað, bara einhverja hótanir, ég veit ekki, bara koma biskupnum út eða koma riddaranum í sóknina eða eitthvað, halda pressunni. Þessi riddari á D6 er eins og, hvað segir maður, svona flís í putta svarts, erfitt að ná honum úr og í þeim tölu orðum þá vinnur Kjartan. Arnar er að tefla við Kristján Inga, hvað er að gerast hér? Er Arnar að ná þráskák á kóngsvagnum eða hvað? Mér sýnist það, á hann eitthvað betra. Hann er tveimur mönnum undir en Arnar. Það fórnaði einhverju liði hérna. Hraustlega teflt í Arnari. Hér. Já. Hann er svo fórnað biskupnum hérna á G6 fyrir jafntefli. Já, þetta var fórnað skák og ég þurfti kannski að skoða þessi skák betur. Endaði með þráskák. Og meðan þá hefur Ingvar unnið Benna í toppslagnum. Hér gerðist það að Benni tapaði peðinu og tapar svo, já, með hrók fyrir 2 menn og ekki næg færi fyrir og missir svo hrókinn sinn. Þannig að það var allt hrunið þarna. Þá er umferðinni lokið og 5. umferð að byrja og ég ætla að kíkja það í 3. og síðasta myndbandinu.